Like a river, peace like a river, love like a mountain, the wind of the Spirit is blowing everywhere, joy like a healing spring of life, come Holy Spirit, let your fire fall, come Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Amen. Faðir, við bara biðjum þig að blessa orðið þitt. Og við þökkum þér fyrir nærveru þína, þakka þér fyrir heilagan anda, þakka þér fyrir að þú ert hér, miskunnsami heilagi góði Faðir, og við gefum þínu nafni dýrðina á þessum degi. Drottinn, við tignum þig, lofum þig. Amen. Gjörðu svo vel, Snorri. Góðan dag, kæru vinir. Heilskur öllum nafni Drottins Jesú Krist og jafnvel þeim sem að flýja af hólmi, við Drottinum að blessa þeim. Dæmi mín, þakka fyrir samverðina. Það svona alltaf gott að geta verið í predikunstól og aðeins skotið á náungan og verið samt í góðri stöðu. En það dásamlegt að fá að vera með ykkur. Ég sé að þið eru afskaplega kyrr núna, þennan morguninn. Það öðru sem sjá okkur hér þennan morgun heldur en, ekki á, heldur en hefur verið áður fyrr. Þið eru búin að skjálfa og nötra frammi fyrir, já, þetta er komið svona. Þið eru búin að skjálfa og nötra frammi fyrir Drottni á hverjum einasta morgni. Þið hafi fengið aldeilis skerf af jarðskjálftum og það vita allir að nú er náttúran að tala eitthvað. Og það er svolítið gaman að heyra þegar vísindamennirnir eru að tala hvernig náttúran talar. Þá segja þeir alveg sjá niður á 5 kilometra dýpi. Þeir segjast vita hvað er í gangi, en þeir skilja bara ekki alveg hvernig stendur á því þetta fer svona. Þannig að þeirra skilningur miðað við þekkinguna er ekki fullkominn. Og það er kannski ekkert ólíkt því sem að við mætir okkur líka á samkomum. Mér langar til þess að tala við ykkur út frá Mattheusi 13. Þegar Jesús fór út í bátinn að predika.
Þið kannast í söguna, ekki satt? Munið þið hvað hann sagði? Þekkið þið ræðuna? Sko, við vitum að hann fór út í bátinn, en hvað sagði hann? Það ekkert endilega augljóst í okkar huga, af því að þó við þekkjum, þá ekki endilega að við gjörþekkjum. Og mér langar til þess, af því að ég stóð sjálf á mig að því, ég fór að velta fyrir mér, hvað var Jesús að predika þegar hann fór borð í bátinn? Og ég var ekkert alveg viss. Ég þurfti að fara í textan og lesa. Þá sá ég þetta, já, vitanlega. Það var þetta sem Jesús var að segja. Ég hafði ekkert endilega sjálfur áttað mig á því. Ég var eins og vísindamennirnir. Ég gat svona þekkt kringumstæður, en var ekki alveg viss hvað þetta þýddi allt saman. En í Matthíusi 13 greint frá því þegar Jesús fór út í bátinn og hann talaði og hann predikaði. Og þetta saga sem hefur legið svolítið í mér og ég hefur verið að velta þessu fyrir mér undanfarna daga allavega. Og kemur að því að hann byrjar á því að segja, sáðmaður gekk út að sá. Og þá hann sáði féll sumt hjá götunni, fuglar komu, átu það upp, sumt féll í grýtta jörð, það sem var lítill jarðvegur og það rann upp skjótt því að það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það og söku þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Sumt féll meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfðu það, en sumt féll í góða jörð, bar ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þetta predikunni Jesú Krist borð í bátnum. Hann hrópaði þetta af vatninu og lét gyðingana vita og hann talaði þessa ferskona sáðjörð. Og hann útskýrir hann aðeins seinna í kaflanum. Hann tekur eina sögu í viðbót, hvers vegna í dæmisögum, hann gaf lærisveinum að vita af hverju, hann var að predika í dæmisögum og teiknaði upp þessar hugmyndir að við getum séð og skilið hvað drottinn Jesús væri að meina. Stundum það þannig að við bara alveg eins og vísindamennirnir, við finnum fyrir jarðskjálfta og við áttum okkur á, það eitthvað í gangi hérna hjá okkur og við vitum ekki alveg hvað þrýstingurinn að segja og við svona að átta okkur á því, á ég að taka þessa ákvörðun eða á ég að taka hina ákvörðunina. Við ekkert endilega alveg viss. Við þurfum alltaf að fá hjálp frá Guði til þess að vita hvaða sem Guð vill í okkar kringumstæðum. Þú í þínum kringumstæðum sem kannski öðruvísi en mínar, en allstaðar það sem við þurfum við að læra það að við eigum að lýsa upp og lýsast upp af sálarsjónu og þekkingu af Jesú Kristi. Það sem Guð hefur málin að segja, hvaða skoðanir Jesús Kristur hefur, hvaða álit hann hefur, þar eigum við að vera. Og svo kemur að því að Jesús hann útskýrir þessa sögu og við segjum í 18. versinu í 13. kapitúli Mattheusar, hann má alveg fara upp á töflu með þetta, heyrið hvað dæmisagan sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið, skilur ekki, þá kemur í vondi og rænir. Þannig að Jesús Kristur alveg inn á því að hinn vondi til. Við þurfum ekki að velkjast í vafa það að Jesús Kristur, hann predikaði tilvist hins vonda. Og kannski það oftar en ekki að hinn vondi, hann nær bara tökum á þér. Og hvað gerir hann? Hann lokar eyrunum. Hann byrjar á því, þegar þú heyrir Guðs orð, þú ferð út á samkomunni og þú kannski hugsa með þér, hvað var hann að predika? Hvað var verið að segja? Og við ekki endilega velta þessu fyrir okkur hvað Guðs orðið var að segja til mín í dag. Það var einn af fjölnismönnunum, hann var sagður, hann var alist upp á Breiðabólstaði í Fljótshlíð og ammans sagði honum alltaf að fara í kirkju, hvern einasta sunnudag. Hún var orðin gömul kona og við að tala svona 1790 og 5, 6 eitthvað svoleiðis og Jón Einarsson fór alltaf í kirkju og hlustaði á prestinn. Þegar hann kom heim af messunni þá þurfti hann að segja ömmu sinni hvað presturinn sagði.
og hann æfðist í því að hlusta á prestinn, ungur drengurinn, og sagði ömmu sinni alla ræðuna. Og amman, hún kenndi honum í raun og veru fyrir bragðið að hafa eyru opin og eftirtektin í lagi, og seinna var þessi maður einn af stóru mönnunum í samfélagi Fjölnismanna. Þegar hann fór í Háskólanum Kaupmannahöfn, þá var hann æfður í því að heyra hvað sagt var, og hann lærði svo mikið í gegnum eyrun. Kennarinn sagði, prófessorinn talaði, og Jón hann tók inn orðið. Seinna var þessi maður prestur, og þetta álíka á það sem við erum að gera og Jesús gerði. Hann sagði mönnum sögu til þess að hann settist að í hugafar okkar. Að hún temdi hug okkar til þess að heyra og hlusta. Og Jesús segir, þegar einhver heyrir orðið ríkið, skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Svo að útskýringin á götunni, þegar kornið féll við götuna, það einmitt þetta. Stundum erum við að predika meðal fólks sem bara með harðan jarðveg. Þetta bara gata sem tekur við orðinu, og fólk skilur ekki, veit ekki, þekkir ekki, og það klórar sér í kollinum og segir, þetta skiptir mig engu máli. En Jesús að segja okkur hvernig hjartalag okkar getur verið. Svo heldur hann áfram. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur við orðinu með fögnuði leið og hann heyri það, en hefur enga rótfestu. Hann hvíkull og þrenging verður eða ofsókn orðsins, bregst hann þegar. Þetta stór hluti kristinna manna á Íslandi í dag. Þeir heyra orðið, þeir hafa tekið á móti, þeir hafa verið með, svo bara hættir að koma. Og við vitum bara ekki af hverju, og þeir ekki heldur. Það eitthvað sem að gerast í innra í þeim, hugafar þeirra, það hættir að vera þessi frjói jarðvegur. Og þetta ekki oft þannig með okkur sjálf? Við veljum okkur, hvernig við hlustum á. Við veljum predikara. Við veljum hvort við erum í Kidda megin, eða Snorra megin, eða Helga megin, eða einhverju öðru megin, eða hvort við erum inn á því sem þjóðkirkjupresturinn segir. Við förum að velja. Og það var vísindamaður í Bandaríkjunum, hann var félagsvísindamaður. Hann fór að gera kannanir í kirkju í Bandaríkjunum. Og hann sagði, þegar ég kem í kirkjun í Bandaríkjunum og forstöðumaðurinn að predika, þá hann að predika yfir fólki sem þegar komið með fastmótaðar ranghugmyndir eða skoðanir. Það búið að fara í skóla, það búið að læra, og hann sagði leið og predikarinn fer að lyfta Biblíun og segir, í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, að þá bara eins og ómur í salnum, að fólk segir, nei, þetta nú allt saman meira minna þróað. Söfnuðurinn hann hlustar með því hvaða trú hann hefur. Ef við erum hætt að trúa á því að Guð skapari og við trúum bara á þróun, þá förum við að útskýra sköpunarsögu Biblíunnar út frá þróuninni sem við trúum. Og við tökum svo mikið úr Biblíunni með þessum tökum að við förum að útskýra eftir okkar eigin skilningi. AA-samtökin, þau eru þekkt fyrir það að boða Guð samkvæmt skilningi vorum á honum. Guð eins og við skiljum hann, eða Guð æðri? Þið vitið, Guð Guð? Eða hann bara samkvæmt höfði Snorra í Betel? Ég bara með að predika þann Guð sem lítill og smár og ég skil hann af því hann bara í mínu höfði? Eða þetta Guð sem skapað himinn og jörð og öll tilveran sem þið sjáið, hvort þið horfið út í geiminn, eða þið horfið í hafdjúpinn, eða þið lítið á jarðskorpuna og þið heyri jarðfræðingarna tala hvað að gerast undir fótum okkar, Guð þessu öllu æðri. Ég trúi því. Ég að predika þann Guð sem æðri skilningi vorum á honum. Ekki eins, heldur miklu æðri. Því að hver getur hjálpað þegar engin neyð þegar öll neyð úti.
þegar ekkert hægt að gera. Hver getur hjálpað Grindavík? Hver getur ráðið hvar gos kemur upp? Hver getur séð það að gosið kom upp í höfninni í Grindavík eða rétt vestan við Grindavík, svoleiðis að vesturhluti Grindavíkur fari undir hraun, eða bara gosið komi annars staðar á besta stað á Reykjanesinu, þar sem nóg pláss fyrir nýtt hraun. Getur verið að við eigum aðgang á þessum Guði sem meira segja getur nota fingur sinn til að opna raufina í gegnum jarðskorpuna, svoleiðis að eldgosið við Grindavík, þetta verði bara skemmtiatriði. Í dag þetta ógnun. Í dag þetta skelfing. Ég man eftir því 1973, fyrir 50 árum, þegar Betel-söfnuðurinn var saman kominn á hverju einasta kvöldi í byrjun janúarmánaðar og við komum saman til að biðja fyrir landi og þjóð. Það voru ekkert margir á bænastundunum, það voru gömlu konurnar, það var setið í litla salnum og ég hugsa ég geti talið upp hver voru það sem að mættu helst á bænasamkomundar, það verið að biðja fyrir land og þjóð. Menn vissu það svo seinna hvað það var mikils virði að við hefðum vernd Guðs yfir byggðinni. Því þegar gosið hófst 23. janúar 1973, þá hófst það á besta stað og á besta tíma fyrst þetta þurfti að gerast á eyjunni. Það var vestanátt. Það var alveg í kantunum á eyjunni sem gosið opnaðist, eða gosraufin opnaðist, og þegar vindurinn lagðist frá vestri til austurs, að þá tóka reykinn og öskuna og flutti þetta út á haf. Svoleiðis að fólkið það gat fara út í glugga og sagt, nei, hvað bara verið að kveikna í Austurbænum? Búið að kveikja í einhverju? Það var ekki nokkur ótti sem kom að fólkinu. Hver orsakaði þetta? Hver stýrði vindáttinni? Hver gerði þetta sem best mátti vera? Eiga Grindvíkingar bænasálir? Söfnuður í Grindavík sem að biðja fyrir þeim? Erum við með bænirnar hjá fólkinu sem segir Guð almáttugur skapari himins og jarðar, vendaðu byggðin okkar, vendaðu land okkar, ó Guð vors lands og lands vors Guð, við lofum þitt heilaga nafn. Erum við með þetta hróp hjá Grindvíkingum? Eða segir fólki, maður bara hræddur, maður bara veit ekki hvað að gerast. Og Jesús Kristur að tala til okkar í gegnum þessa sögu að það sem sáð var í grýtta jörð. Merkir það sem tekur við orðinu með fögnuði leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu. Og ég að tala þetta við okkur á Íslandi, að við þurfum að breyta trúalífinu okkar þannig að trúin okkar, hún þarf að hafa rótfestu í hjörtum okkar. Hún þarf að hafa rætur bæði í orði Guðs og því sem að gerast í hjörtum okkar, hugafar okkar og röksemdir þurfa að vera samkvæmt orðinu. Þetta predikaði Jesús bátnum. Ef aðeins að halda áfram, ég ekki alveg hættur. Hann hvíkull og þegar þrenging verður eða ofsókn orðsins bregst hann þegar. Það sáð var meðal þyrna, merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins, tál auðafanna, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. Getur það verið að efnahagurinn á Íslandi og eftirsókn manna eftir peningum á Íslandi, hann hafi lokað á náð Guðs yfir Íslendingum? Í dag meira virði eiga hlutdeild í banka sem fær lögum samkvæmt að kúa þig. Hann fær að skerða tekjur þínar. Hann fær frjálsan aðgang að peningum þínum og tíma vegna þess að þú fékkst þér lán hjá honum og ætlaðir að kaupa þér íbúð eða þú ert að fjármagna eitthvað í þínu lífi og svo hefur bankinn bara aukadyr. Hann búinn að breyta öllum skilmálum sem voru á samningunum sem gerðu var þegar lánin var tekið og þú situr uppi með lán sem þú ætlar aldrei geta greitt niður. Og eigandi peningana, hann fær margfalt virði þeirra tilbaka. Hvað sanngirnin í samfélaginu? Hvert þjóðfélagi komið? Getur verið að við séum bara undir áhrifamætti þessa sem að hér talað það sem sáð var meðal þyrna.
merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðamanna, þið vitið, hlutabréfin og allt það sem að þú átt að eiga til þess að tryggja þitt líf. Allir þeir sem eiga hlutabréf, þeir deyja líka. Það bara svoleiðis. Allir þeir sem eru hlutafar í stóru fyrirtækjunum og allir þeir sem eru moldríkir, þeir deyja líka. Og auðæfi þeirra ná ekki út yfir gröf og dauða. En hvað hefur gripið huga þeirra? Tál auðamanna. Af hverju eru þyrnarnir notaðir eins og tál auðamanna? Hvað vex upp í þínum garði? Hvað vex upp í mínum huga? Hver áhugi minn á því að verða ríkur? Ekki miklu fremur verið að leggja áherslu á það hjá okkur að við séum tengd við Guð almáttugan heldur en fjármálakerfið íslenska? Ekki miklu nær fyrir okkur sem kristna menn að hugsa málin okkar þannig, gefa oss í dag vort daglegt brauð, svo bara kemur allt hitt aukalega á eftir. Ef við höfum náð drottins og daglegt brauð, þá veistu að þú ert að gera það sem er Guðs vilji. Þyrnarnir og þistlarnir, þeir kæfa orð Guðs. Hvað eru margir kristnir sem eru hættir að koma á samkomu vegna þess að þeir þurfa að vinna? Þeir eru svo uppteknir af vinnunni, þeir eru svo uppteknir af hínu og þessu. Ég man það að einu sinni þá fikk ég bréf frá verkalýðsfélagi Vestmannaeyja. Þá var ég forstöðumaður í Betel. Og verkalýðsfélagið, það var að spyrja mig álits á því hvað ég segði opnunartíma búða. Þá verið það einmitt að opna allar búðir þannig að þær ættu að vera opnar á föstudegi, laugardegi, sunnudegi, kvöldin og allt svoleiðis. Jú, launin myndu aðeins hækka hjá starfsfólkinu, svo ég skrifaði bréf og sagði, þakkaði fyrir spurninguna. Ég algjörlega á móti því að auka við vinnutíma starfsfólks verslana. Ég vil hafa alla fjölskylduna sem kemur á samkomu á sunnudögum hjá mér í Betel og nota þetta sem rök. Ég vil hafa móðurina, dótturina, soninn, föðurinn. Ég vil að öll geti komið á samkomu. Heyrðu, ég fikk símtal frá verkalýðsfélagi Vestmannaeyja stuttu síðar. Snorri minn, ég búinn að fá bréfi frá þér. Þakkaði fyrir þessu rök. Ég bara aldrei hugsa þetta svona. Þetta var verkalýðsleiðtoginn. Af hverju er verið að taka vinnutíma fjölskyldunar og dreifunum? Af hverju er verið að taka helgidaginn frá okkur og láta okkur vinna? Af hverju ekki leyfa okkur að njóta þess sem Biblían segir að við skulum taka helgidaginn til þess að helga? Þetta voru allt öðru rök sem ég notaði heldur en þeir voru vanir. Þeir sá þetta bara, já, þetta er vinnutími og þá þarf að borga svo og svo mikið. Verslunin munaði ekki til það. Henni fannst alveg nóg eða gott að geta haft opið. En þetta er svona dæmi hvað grípur hug okkar. Það er svo algengt að við festumst í því að ef það kemur eitthvað nálægt peningunum, þá breytast röksemdirnar okkar. Þyrnarnir og þistlarnir eru að hafa áhrif á skoðanir okkar. Við eigum nefnilega að gæta þess hvað Guð hefur málin að segja. Og mér er svolítið merkilegt þegar komið hérna að, en það sem sáð var í góða jörð merkir þann sem heyrir orðið, skilur það, hann er sá sem ber ávöxt, gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Og nú er spurningin, hvar sér þú þig í þessum jarðvegi? Hvort ert þú með í kringum þyrna og þysla eða á götunni eða það sem grjótið er? Hvað vakir í huga þínum? Og mér er svolítið athyglisvert, í fyrsta skipti sem Biblían talar þyrna og þysla, vitið þið hvað það er? Við skulum fara í fyrstu Mósebók og 3. kapitulan og þá sjáum við að Guð er að tala við Adam og Evu. Og Guð, hann fer þarna orðum syndafall mannsins og hann gefur manninum ákveðið skilyrði. Það er 3. kapituli og síðan kemur að 18. versinu í þeim kafla. Þyrna og þysla skal hún bera þér. Hann er að bölva jörðinni, hann er að reka Adam og Evu út úr paradís
Og svo segir hann við það, ég ætla aðeins að bara byrja að lesa versið á undan. Af því að þú hlýddir röddu konu þinnar og ást af því tré, segi ég bannaði þér, ég sagði, þú mátt ekki eta af því, þá sé jörðin bölvuð þín vegna. Með erfiði skalt þú þig af henni næra alla þína lífdaga. Þyrna og þysla skal hún bera þér og þú skalt eta jurtir merkurinnar. Og þetta ekki svolítið athyglisvert? Að þegar jörðin bölvuð, að þá segir Jesús Kristur að hún muni bera þér þyrna og þysla. Og Jesús Kristur notar þessa jörð til þess að bera okkur saman við þegar við látum auðæfinn og þetta daglega kæfa orð Guðs. Þá eru þyrnarnir og þyslarnir farnir að hafa áhrif á okkur. Vitið hvað var gert við Jesús Krist áður hann var krossfestur? Hann var krýndur með hverju? Þyrnum og þyslum. Það var ávöxtur bölvunarinnar, ávöxtur syndarinnar sem var gefinn mönnunum. Það var það sem mennirnir færðu Kristi og settu á höfuð honum. Hann var gerður að bölvun okkar vegna. Sjáu þið myndina sem dregin upp. Og Jesús Kristur notar þessa mynd í Mattheus 13 og rifjar upp fyrir þeim hvað það sem við erum að glíma við. Söfnuður lifanda Guðs. Passið ykkur á því að láta ávöxtin ykkar vera 30-faldan, 60-faldan eða 100-faldan. Látið þið tálið og þessi auðæfi og allt það sem heitir svona jarneskar áhyggjur, látið það ekki ná tökum á ykkur. Látið þið orð Guðs leiða ykkur og hafa áhrif á okkur. Og hvers vegna skiptir þetta máli? Ef að tálið og auðæfinn að hafa svona hrikaleg áhrif og ef við erum að horfa upp á það gerast hjá okkur að þetta tegir sig inn í söfnuna enn þann dag í dag, þrátt fyrir ræðu Jesú Krists í bátnum, þá sjáum við að við þurfum aðeins að taka til í hugafar okkar. Við þurfum aðeins að hreinsa út og biðja drottinum að hjálpa okkur að láta líf okkar ekki snúast þessa þyrna og þysla, heldur þá ávöxtu sem hann að leita að. Og ég segja við ykkur vegna þess að það skiptir mig máli að þetta fari svona. Má ég nefna við ykkur með götuna. Þetta kemur í gegnum Biblíuna nokkru sinnum. Jesaja, við skulum fara í Jeremía 6:16. Ertu með það? Jeremía segir við okkur, þetta stór merkilegt hvernig þetta fléttir svona út. Hann hrópa til lýðsins, svo mælti drottinn. Nemi staður í vegina, litist og spyrjið gömlu göturnar hversi hamingju leiðin og farið á hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld. Hvað var búið að gera við þennan veg á dögum Jesú? Hann tók ekki við korninu, hann tók ekki við orðinu. Þar var djöfullinn að hirða orðið frá mönnunum. Hann lokaði eyrunum. Hvað með gömlu göturnar og hamingju leiðina? Akkur það ekki eftirsóknarvert í dag? Hvert eru Íslendingarnir að fara? Sáðu daginn þegar konurnar mættu upp á Arnarhól og hrópuðu fokk feðraveldinu? Svo kom í fréttu núna í fyrradag held ég að hafi verið. Það var gerð könnun. Hvaða konur mættu helst upp á Arnarhól og sögðu fokk feðraveldinu? Tóku eftir þessu? Það voru ríkustu konurnar á landinu. Það voru hæst launuðu konurnar á landinu. Þær mættu á Arnarhól. Af hverju? Dugðu launin ekki þeim? Voru þær berjast fyrir fátæku konurnar? Nei. Þær voru í raun og veru að setja sig í andstöðu við karlana, við feður sína. Þetta eðlilegt viðhorf? Þetta eðlilegur jarðvegur? Sjáu þið hvernig Ísland að opinbera jörð sína? Hvernig hjartalag Íslendinga Hvað með gömlu göturnar? Hver hamingju leiðin? Svo við getum farið hana. Við að spyrja það? Nei, ekki aldeilis. Við að taka eina jörð í viðbót, grýttu jörðina, við komum í Jesaja 28. Það kemur líka fram að spámaðurinn, hann notar einmitt þessa mynd fyrir okkur. Jesaja 28, til að fara með ykkur í 16. versið. Þetta orð sem á allavega erindi til mín.
Fyrir því segir hinn alvaldi drottinn svo: Sjá, ég legg undirstöðustein í Síón, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein, sá sem trúir eigi óðlátur. Þetta er grjótið, þetta er gatan sem við erum að tala um. Og hvað eigum við að gera við þennan stein? Þetta er steinninn sem annaðhvort mer fólk eða þeir sem að fara á mótunum, þeir hróflast af honum. Hver er þessi hyrningasteinn? Hver er þessi steinn sem að Jesaja talar um? Við köllum hann bara Jesúm Krist. Hann er ennþá grjótmagnaður. Hann er ennþá sá sem við eigum að hlusta á. Eigum við taka fyrir núna Hebreabréfið 6:8. Þetta er stórmerkilegt hvernig orð drottins fléttast og býr til afskaplega fagran krans fyrir okkur. Hebreabréfið 6:8. Jörð sú drukkið hefur í sig regnið, segir hann, og svo segir hann í 8. versinu: En beri hún þyrna og þysla, er hún ónýtt. Yfir henni vofir yfir bölvun og hennar bíður að lokum að verða brennd. Erum við kannski að sjá það, kæru vinir, að samfélagið á Íslandi, jörðin á Íslandi, hjartalag Íslendinga er svo þyrnum stráð að við erum að bíða eftir dómi Guðs yfir okkur? Getur það verið að við lærum ekkert öðru vísi heldur en að Guð tali til okkar? Og nú til að segja ykkur eitt sem hefur verið vakandi í huga mínum. Sem betur verið þá höfðum við þann utanríkisráðherra á þingi Sameinuðu þjóðanna sem sat hjá og kom ekki með mótmæli gegn Ísrael á þingi Sameinuðu þjóðanna. Sem betur fer, og ég blessa Bjarna Ben fyrir þá náð að hann gripi þetta að sitja hjá og veri ekki að hræpa Ísraelsmenn, því að það er nóg að gert. Svo tekur Alþingi málið að sér og þau samþykkja að víta Ísrael og Hamas, og það má alveg víta Hamas fyrir það sem þeir hafa gert, en gætum okkar á því að víta Ísrael. Á hverju? Það leyfi ykkur að heyra spádóm sem borið var upp í Jerúsalem af manni sem heitir Lance Lambert. Þetta kom fram í 18. apríl 2010 og Lance Lambert, hann talaði þau orð sem að ég held að ég alveg erindi til okkar Íslendinga, og við þurfum að gæta okkar á hvaða afstöðu við tökum gagnvart Ísrael. Og Lambert segir: Óttist ekki né verið undrandi á því sem kemur yfir jörðina. Því ég er með ykkur, segir drottinn, það er sérstaklega eitt mál, þar sem ég er alvarlega á móti þjóðunum. Það er leitast við að skipta landi mínu, segir drottinn. Landinu sem ég gerði sáttmála að gefa Abraham og niðjum hans, gegnum Ísak og Jakob sem ævinlega eign. Ég mun ekki leyfa þessu að gerast án þess að það komi dómur, eyðileggingar yfir þær þjóðir sem fylgja þessu eftir að skipta landinu. Og takk eftir, hvaða dómur fylgir því ef að Alþingi Íslendinga styður þá ráðsályktun að skipta landinu niður í Palestínu og Ísrael? Þetta er gefið Ísrael, þetta er gefið gyðingunum, og gyðingarnir eru komnir heim í einu tilgangi. Og hver er sá tilgangur? Að vera heima hjá sér þegar Jesús Kristur kemur. Skiljiði? Gyðingarnir eiga verið í landinu. Og hver er staðan þá í dag? Að þjóðirnar vilja skipta landinu og hafa þetta verið Araba og hitt fyrir Ísraelsmenn. Arabarnir, þeir eru þá hugsun að þeir eru að fá Ísraelsmenn í burtu úr öllu landinu. Hvað segir Guð við því? Eigum við Íslendingarnir að styðja það? Eigum við að fara gegn Guði almáttugum? Hvernig dæmir Guð þær þjóðir? Eigum að heyra hvað hann segir? Ég hef risið upp með mikilli og ógurlegri reiði og mun ekki hætta fyrir ég hef eyðilagt velferð þeirra. Getur verið að við séum að sjá bara velferðaríkin í Skandinavíu hverfa eitt af öðru af þau tóku ranga ákvörðun.
ákvörðun það að styðja gegn Ísrael. Svo heldur hann áfram. Ég mun valda því að efnahagur þeirra og fjármálakerfi hrynur, jafnvel loftslagið mun bregðast heim. Ég mun snúa því sem áður var upp á hvolf og það sem áður sneri inn mun snúa út á við. Þær mun ekki gera sér grein fyrir hvað kom yfir þær, hvort sem þær eru stórveldi eða ekki. Því ég er hinn eini almáttugi Guð og það er enginn sem ber sig saman við mig. Gætum okkar þess vegna, kæru vinir, að biðja fyrir stjórnvöldum. Biðja fyrir land okkar og þjóð. Við þurfum að biðja fyrir mönnum eins og Bjarna Ben sem eru ennþá í utanríkismálunum. Við þurfum að biðja fyrir fólkinu hvort það eru í vinstri hreyfingunni, grænu framboði, Framsóknarflokknum eða Sjálfstæðisflokknum. Við þurfum að biðja fyrir þeim að þau megi fá þá náð að vera svo jörð sem hlustar á Guðs orð og ber ávöxt orðsins í huga sínum og hjarta. Að þetta sé fólki sem hefur þá náð að það viti hvað Guð segir þessa ráðsályktun að skipta landinu niður í Palestínu og Ísrael. Og ef þið trúið þessu, þá skulum við líka minnast á það sem sagt að í Jóel 3 þá er verið að tala við okkur hvaða þjóðir munum fara á Ísraelsfjöll og af hverju. Af því það skiptu landi mínu, segir Jóel. Að síðustu þetta. Nú erum við sem erum að hlusta á þetta orð, við þurfum átt okkur á því að Jesús Kristur kemur. Og miðað við hvernig mennirnir eru, miðað við þá þysla og þyrna sem að vaksa í land okkar og þjóð, þá er þetta mælikvarði á það hvar við erum stödd áður í Jesús kemur. Því að þegar Jesús kemur í mætti, veldi og í mikilli dýrð, þá mun hann ekki endilega koma til vina sinna. Hann mun koma til þess að bjarga. Hann mun koma til þess að stöðva þá síðustu styrjöld sem að mannkynið mun heyja. Það er eins og mannkynið hafi aldrei lært að styrjaldir eru bara til tjóns. Það er aðeins ein ástæða fyrir endurkomu Jesú. Bjarga veröldinni enn eina ferðina. Og þá langar mig til þess að við förum í eitt orð. Ég ætla aðeins að nefna við ykkur ef við tökum fyrir Mattheusar Guðspjall, 24. kapitúla. Það er svo merkilegt það sem að það er sagt. Nei, 24. kapitúli. Ég ætla að fara með ykkur í vers 36. Það sem er talað við okkur að við séum vakandi. Þyrnar og þyslar kæfa. Og þá sofna menn. Ef við erum vakandi, þá gefur Drottinn okkur vísbendingu það hvað mun eiga sér stað áður en hann kemur. Miðað við hvernig þjóðirnar er að fara og hvaða ályktanir þær eru að draga gagnvart Ísrael, þá er ekkert annað en refsing og þrenging sem blasir við þjóðinni. Hvar átt þú að vera? Þarf þetta endilega að koma yfir þig? Hvar eigum við að vera? Á hverju eigum við að standa? Og sjáu hvað Jesús segir. Og þetta er afar athyglisverður punktur. En þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum né sonurinn, enginn nema faðurinn einn. Eins og var á dögum Nóa. Svo mun verða við komu manns sonarins. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags Nóa gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóðið kom og hreif þá alla burt. Nóa var komin í örkina áður. Athuguð það. Að síðustu þetta, sem er mjög athyglisvert. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munu mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Vakið því þið vitið eigi hvaða dag Drottinn yðar kemur. Og svo erum við að tala þetta að við höldum að við verðum hluti af þrengingunni. Bæði Lót og Nói, þeir fengu að njóta þeirrar náðar að fara í skjól áður en erfiðleikarnir komu. Þess vegna trúi ég því
að þegar við verðum hrifin upp til fundar við Drottinn í loftinu, þá verður það áður heldur en Antikristu fer að stjórna, það verður áður heldur en þrengingar að koma, en hverjir verða teknir? Þeir sem bera 30-faldan, 60-faldan eða 100-faldan ávöxt. Ertu með mjúka jörð sem spyrð vilja Drottins og vilja hans til þess að við berum honum góðan ávöxt. Ég hef komin að endi minna ræðu, en við langar til þess að við byggjum Drottin að fylgja okkur eftir og vera með okkur. Af því að þessu ræður enginn nema Guð og þú. Þú og Guð þurfum við þess vegna að standa saman. Ef að rísa á fætur og biðja Drottin að vera með okkur og gera okkur að þessum jarðvegi sem ber 30-faldan, 60-faldan eða 100-faldan ávöxt. Hitt í boði að verða fyrir þeim spádómum sem eru okkur gefnir til viðvörunar. Við þurfum ekkert að gera til þess, en við þurfum að biðja Drottin að venda okkur og varðveita okkur til þess að við berum honum góðan ávöxt. Heyri amen. Drottinn minn, þakka þér fyrir að við ljúka þessari samverustund á þennan hátt að rifja upp hvað þú hefur sagt við okkur. Drottinn, við þurfum að vera góður ávöxtur og góður jarðvegur fyrir þig. Drottinn, þegar góður jarðvegur og við erum með plægð, við erum með akur sem tekur við gróðustu orðið þínu, þá vitum við að við berum þér góðan ávöxt. Og ég bið blessunar yfir alla þá sem heyra þetta orð. En Drottinn, ég bið líka fyrir ríkisstjórn og alþingi. Frelsaðu frá því að koma með ályktun sem gegn vilja þínum. Að koma með ályktun sem storka þér, að koma með ályktun sem eyðileggur velferð og blessunina sem á að ríkja yfir Íslandi. Drottinn, við þurfum á þér að halda, við sjáum með Grindavík að það er enginn sem getur stýrt okkur eða hjálpað okkur frá ógöngum nema þín hönd. Og ég bið, leiddu blessun þína fram. Leiddu styrk þinn, Drottinn minn. Leiddu það fram, elskaði Herra, að við höfum horfa á að það var undur og takk sem átti stað á Suðurnesjum. Og gefðu, elskaði Herra, að ljós náða þinnar, það megi lýsa hérna frá Keflavík, til þess að við megum upplýsa sálasjónum manna, til þess að orðið þitt fá að heyrast, til þess að skilningur manna á ritningunni fá að vera augljós, Drottinn minn, og til þess að við berum þér góðan ávöxt, 30-faldan, 60-faldan eða 100-faldan ávöxt, verði þinn vilji í Jesú nafni. Og allir sem eru sammála þeim sem mega segja amen. Drottinn Jesús, amen. Ná Drottinn